Þessi þáttur í boði Pop Smells, nammi frá Nova Sirius, súkkulaði og pop, kemur í 2 bragðtegundum, velið súkkulaði, piparduft, persónulega ég reyndast á pipardufturinn, ég endast á þessu og það skemmir ekki fyrir, þetta passa mjög vel með flottri bíómynd og ef þið á áhuga að hjálpa mér að stækka podcastið, þá með ég bara endilega fylgja mér á Instagram, YouTube, Facebook, bara öllum þessum miðlum og ekki gleyma, kaupa Pop Smell. Hvað líst þú á spónsið mitt? Herði, djöfull ég ánægður með spóns. Hegi? Jú. Pop Smellur? Já, þetta líka ógeðslega gott. Þetta er drullu gott. Það ætti eiginlega, hafa, hvað heitir þetta, piparduft eða hvað heitir þetta? Þetta er piparduft. Já, þetta er piparduft. Það ætti að vera bara í öllum, öllum mat. Já, öllum bókstaflega, allan að öllu salgæti. Já. Því að það, ég hef aldrei vitað neitt salgæti sem verður ekki betra með smá pipardufti, skilju. Ef ég minna. Hvað er það? Bara, ég veit það ekki. Af hverju þetta svona ógeðslega gott með pipardufti? Þetta er svona lakrísduft eða eitthvað svona. Það eitthvað smá í held ég. Já, þetta allavega, hlæmis bæði eitt tipina, ef þið eru að fá ykkur bragðreif, fá ykkur piparduft ofan á bragðreifin. Hæ? Ég hef ekki gert það? Já, nei, þá byrjar þetta að vera svona krydda ofan og svo verður þetta creamy þegar kemur, ég er ekki tjókir, þetta er bara... Ég elskar hvað að pæla mikið í þessu. Já, ég þarf að gera það, ég ætla að elska piparduft og ég veit ekki það fúslega að þó þetta sé styrktaraðali og allt það, þá stútaði ég, held ég 2 eða 3 pókum þegar ég horfði á WandaVision. Já, sæl. Það er bara heilagur sannleikur, mér finnst þetta bara of gott. Já, þú horfður á þetta í einni rennu, það ekki? Nei, þú horfður á þetta hvern fyrsta? Já, en þú? Já, ég beði ekki með þetta, ekki séns að ég ekki beði með þetta. Þannig þú tókst í rauninni 2, svo 1 í viku? Já. Áður við fyrir mig spoilera, við fyrir mig það aðeins seinna, þá ætla ég að spyrja, hvernig fannst þér Disney standa sér í rauninni með dreifingun á þessu? Fannst þér þessi þættir henta þessu fyrirkomulagi að vera 1 í viku, eða hefur þér að fá þetta svo Netflix, bara bingea? Góð spurning. Já, spurningin hefði betra að bara hendur svo öll út í einu eða hefði betra að hafa þetta eins og þetta var. Sem consumer þá vil ég náttúrulega bara konsúma allt strax, skilur. Þannig að svona fíkillin í mér sem er, fíkillin sem vil horfa á allt strax því ég veit að þetta er skemmtilegt og ég hef gaman að þessu, vil náttúrulega bara hafa þetta allt í einu. En fyrir mér var þetta bara ógeðslega pleasant, hvernig einasta fyrstu dag skilur þegar ég á smá downtime fyrir mig var ég bara yes, dagurum var betri, fyrstu dagur minn var betri úr því að WandaVision var, á þessum dögum, skilur. Þannig að það var alveg næs, skilur. Já, þannig ég hef ekki, ég kvart ekki við. Þú er ekkert út á þetta að setja? Nei, ég var bara eiginlega ánægður að á hverjum einasta fyrstu degi að það var eitthvað til að vera spenntur fyrir, skilur, og það var þetta, skilur, þessi þáttur, því að mér finnst það svo skemmtilegur. Ég er nefnilega þetta er líka heimurinn, uppáhaldsheimurinn minn. Ég veit, I'm just happy to be here. Þess vegna er svo spenntur að fá þau, þú ert alltaf Marvel nörd döðans. Þetta eru fyrstu Marvel Studios þættinir. Já, og þetta er fyrstu þættinir sem eru núna canon, sem eru partur af heiminum, sko. Það er búið að setja þessa Netflix þætti til hliðar, það er ekki partur af heiminum og Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. það er ekki heldur canon, sko. Þetta eru fyrstu alvöru þættinir sem eru partur af the MCU. Og eru með sömu leikara og eru í bíómyndunum. Það er ekki bara það, þetta var, okkar maður Kevin Feige, þetta var rosa mikið, var ég að lesa mig til að þetta var sem sagt hans baby. Þetta var algjörlega hans hugmynd, útfærslan og konseptið og allt þetta, sko. Og sem lætur mig líta enda meir upp til hans, skilur við. Hann er hetja. Hann er bara, how good can a producer be, sko, Jesus. Ég sagði þetta við eitthvað í podcastinu, ég man hvort það hefur verið þig, held ekki verið þig. Ég var að tala við eitthvað. Ég las stutt viðtal Ben Affleck og hann vildi meina það að Kevin Feige væri örugglega besti framleiðandi ever í Hollywood. Jú, þú hefur nefnt það við mig. Var það við þig? Já, ég allan að manni hvort ég hef lesið einhvers staðar annars þar, ég held að þú hefur sagt það um mig, já. Mér finnst það alveg svona, ég kaupi það alveg. Já, hvenær klúðraði hann einhverju síðast? Nákvæmlega. Og meira þess að klúðrun hans eru samt betur en mest allt annað shit sem er í gangi, skilju. Já, og þetta snýst ekki eins og bara peningana. Heldur eru flestallir svo hrifnir af myndunum, hvort það eru gagnrýnendur eða áhorfendur. Og það er ekkit auðvelt. Hann er bara, þetta er svona, hann skynjar tónin á efninu og what he's going for svo vel. Hvað hann er að reyna að gera. Hann er ekki að reyna að
þú veist, já, þetta bara, hann er magnaður, sko. Hann verðist fatta líka bara áhörður, bara hvað við viljum sjá. Já, svo mikið. Það er hæfileiki. Hann fattar mig. Hann fattar Alex. Það er eins og ég þar, sko. Þú veist, hann hittir, þú veist, svo margir eru með sitt vision hvað þeim vantar, en einhvern veginn, hans vision, ég held að hann fókusar svo vel á karakterinn og karakterarkið hjá Marvel og hvað ferlið þau gáðum gegnum sem eru svona relatable, þú veist, in the end þá er þetta allt bara svona ógeðslega human struggles sem hann setur karakterinn sinni í gegnum sem er bara svona eins og til dæmis í WandaVision, það er bara svona sorg og grief og þú veist, eða þú veist, í hinum oftast er Marvel líka í kringum fjölskyldu, þú veist, hann byggir myndina alltaf á einhverju ógeðslega relatable konsepti þegar kemur að vera mannvera og þetta mínum að þetta er ekkert endilega, þú veist, jú, það er allir með þetta í huga en það er ekkert allir sem ná að gera þetta vel og hann, þú veist, hann tekur þessa superhero sem allir elskar fyrirfram en hann setur þetta element, human element og þetta struggle sem fólk leitar til og þess vegna er hann bestur og því að hann næri þessu sko. Það er erfitt í rauninni að segja hann sé það ekki allavega sérstaklega í dag. Já. Það er ekki framleitt á toppan í dag. Já, ég bara, þú veist, nákvæmlega, það er ekki framleitt á toppan í dag og ég er bara svona, þú veist, ég er bara svona smeyka bara hvernig er hann að fara að halda þessu gangandi, skilur við? Hann er búin að negla þetta svo lengi, þú veist, hann hlýtur að fara að missa það í einhverju crazy, svona valda, peninga og, þú veist hvað ég finna, hann áttur að vera bara að geðveikur einhverju tímpúti, því að gæin er að gera svo magna hluti og græða svo ótrúlega mikið pening, ég skilji hvernig hún getur verið ennþá svona skýr gagnvart sögunni og craftinu sem hann að leggja í, hann er ekki búin að spilta á neinu valdi, gæin hefur svo mikið vald, sko. Rosalegt. Það er bara svona, já. Ekki bara hjá Marvel, þetta er bara hjá Disney. Sem þetta keypti Marvel. Sem er bara mesti, og veist hvað sem er stærsti content producer bara í heiminum, skilju, líka við. Ég held það. Ég held það 7-1. Já. Ég meina þegar Star Wars, Pixar, Marvel, þetta er rosalega. Og Disney-myndina bara, skilju við. Og Disney, bara það brand. Og Disney Plus, þeir eru að byggja þetta rosa mikið á Marvel. Já, ég meina, þú veist, ég las einhvers staðar að 8 milljón subscriberar bættust við í gegnum WandaVision ferlið, skilju við. Ég trúi því alveg. Það er ekki joke, það er ekki búið að vera svona expansion í neinu af hinum stream sites, sko, hjá Netflix eða Hulu eða allt þetta dóti, sko. Nei, líka því að þeirra takir hennar heim sem byggur til í bíómyndurum og færa hann yfir í sjónvarpið án þessir hann að droppa í gæðum. Já. Peningalega séð upp á bara, WandaVision, þú sást alveg að þetta kostaði eitthvað, sko. Þú fættu flottið þættir. En ég ætla að spyrja þig, ánum fyrir mig spoilera, ef við tökum bara stuð, að ég er svo spenntur að ræða almennilega þættina og ég vil ekki spoila fyrir fólki sem ekki búið að sjá það, svo nýtt. Hvernig fannst þessi sería, án þess að koma spoilera? Bara svona yfir höfuð, hvernig fannst þessi sería hafa hefnast? Overall mjög ánæður, skilju. Mér fannst þetta, þú veist, þetta var solid og bara meira en það, þetta var meira en solid. Þetta skemmti mér alveg mjög vel, þannig að, þú veist, ég var ánæður. Þó að, þú veist, kannski smá pacing issues hér og þar. Byrjaði svolítið hægt, en þeir svona vita að þeir geta, skilju, því að þeir eru the MCU. Og svo, veist, var endirinn ógeðslega debatable, mjög margir ekkert eitthvað sérlega sáttið þar. Út af hinum þessum hlutum, aðalega örugglega bara nördar. Hvernig fílar þetta sitcom dæmi? Set-upið? Í fyrstu þáttunum? Sko, ég var ekkert eitthvað ógeðslega hrifinn af þeim. Mér fannst það algjör óþarfi, en ég fílaði bara það að þau voru að gera eitthvað öðruvísi og nýtt. Og letu að virka og from a creative standpoint þá get ég ekkert annað en bara búið virðingu fyrir því en þú veist, allt þetta spilaði saman skilur, þetta var ekki bara sitcom skilur dæmi bara for the sake of having something different, þetta spilaði inn í the narrative og það sem karakter var gangi í gegnum og já það er, ég var að gleyma því já það var svo ótrúlega vel gert, þú veist, þetta er bara várlega vel gert, þú veist, þetta var bara þú veist, þeir náðu að spila einhverjum svona nýjum elementum nýjum visual elementum, nýjum storytelling elementum og eitthvað svona fresh take og náðu að blanda þessu fullkomlega inn í hvað character strugglesið eru í þessum þáttum og ég var bara svona, guys, they can do no wrong, skilur bara eitthvað, já, þannig að kallinn Alex mjög sáttur. Þú varst mjög sáttur? Já. Scarlet Witch, karakterinn og Vision, hvernig fílaðu þau fyrir seríuna? Þú veist bara út frá bíómyndunum, hvar voru þau hjá þér? Óvalega? Nei, bara Scarlet Witch eða Wanda, Wanda Maximoff. Mér fannst hún eiginlega, ég var ekkert spenntið fyrir henni, mér fannst hún eitthvað svona, þú veist, ég bara svona, var ekkert investið í henni með við hérna karakterina. Hún var alltaf bara svona, já, þú ert með, eða eitthvað. Eftir þess að þætti,
þá ég bara I care so much more about her, skilur, og það var byggt svo miklu meira á annan karakter og ég er spenntur að sjá bara hvert hún fer og hvað hún gerir og hvað framöndan í henni, skilur. Þannig að þessi serið ná að gera þig að svona Wanda fan? 100% og það var líka held ég markmiðið, skilur. Já, geggjað. Ég held að allan daginn, þú veist, var að kafa betur í hver hún og hvað hún er gangið gegnum og líka bara, veist, já, þeir fóru inn í fortíðin hennar og gáðu þér betri sín á það, letuði finna fyrir hvað hún er búin að ganga gegnum og maður bara svona, þú veist, maður liði svo alveg inn í það og maður fann fyrir bara, þú veist, þessum struggles sem þessi karakter er búin að fara í gegnum og ég var bara svona, það var bara geggjað. Og líka bara, þú veist, progressioni yfir seríuna sjálfa, skilju, eða þættina, hvað hún, þú veist, já, hún, þú veist, karakterinn læriði eitthvað, karakterinn svona byggðist upp, var eitthvað annað og þróast. Breytist, þroskast. En Vision? Ég var aðeins meira hrifin af Vision, bara til að, þú veist, með þetta svo magnaður karakter. Bara, þú veist, bara út frá því að Vision er Vision, skilju. En já, þú veist, það var kannski, já, það var eiginlega, þú veist, svo mikið gerðist í þessum þætti með Vision, sko, sem maður veit ekki alveg svona... Hvort maður sé fann á spoiler? Já, nei, þú veist, hvort maður getur ekki sett það í samanburði við Scarlet Witch, sko. Já. Hún var að ganga gegnum út, því að hann er náttúrulega bara róbóti, skilur. Já, algjörlega. En náttúrulega, en ég fílaði samt ógeðslega mikið, já, hann í þáttunum, sko, en já, ég veit ekki, ég er eiginlega bara svimblað þessu, sama stað með hann, skilur, en gaman að fá að sjá meira á honum, skilur, og veist, þannig, það er eiginlega einu sem ég hef að segja það, held ég. Ok, mitt álit allavega á Scarlet Witch. Hvað er það? Ég fílaði hana. Fyrir seríuna, ég fílaði hana. Þú veist, já, ok. Mér fannst það cool karakter. Ok. Og mér finnst Elizabeth Olsen mjög skemmtileg leikona. Já, hún er frábær. Hún fekk kannski ekkert mikið að gera í myndunum. Nei, en ég fílaði hana. Já. Og það sem ég fílaði var, ég sá svo mikið potential. Já. Að ég vissi að hún væri miklu öflugri en við erum búin að fá að sjá í myndunum. Og ég fílaði geðveikt þegar hún hitti Thanos í ending. Já, sem er í rauninni eina alvöru mómenti sem ég verið bara nice. Því mómentin eru bara svona allir læg, jú, hún fær svona góð karaktermóment, en það var aldrei almennilega, hún fekk aldrei að shæna karakterlega séð, hún fekk að shæna mómentlega séð, cool móment þar sem hún er að sína kraftana sína, en aldrei eitthvað svona hver hún er sem karakter, skilju. Nei, og ekkert í líkingu Captain America eða Iron Man eða en þú veist, hei, eðlilega, svo margir karakterar. 20 karakter í, þú veist, einhverju bíómyndseríu, sko. Já, þannig að þegar ég frétti að Feige ætlaði að gera seríu hana á Vision, þá er ég glaður, spenntur. Já, og ég fíl náttúrulega Vision líka. Já. Mér finnst það mjög töff karakter. Já, skemmtilegur. Eftir þessa seríu, ég var á heildinleiti að vera ánægð með þessa seríu. En það er alveg svona, sem fyrir maður snáð út í eftir. Sumt ég fílaði ekki. Og svona, já, en annars ég fílaði mjög vel. Já. Og þegar endurinn var, þegar ég var búin að horfa á endan, þá var ég bara svona, ok, ég er sáttur. Já. Ég var ekki fyrir vonbrigðum með endan. Nei. Mér varst geggjað að Scarlet Witch fær loksins að skína í þessum þáttum og líka bara Olsen sem leikona. Já. Af því mér fannst hún briljant í þessum þáttum. Já, hún var það. Og mér finnst þú bara... Þau bæði. En alltaf Paul Bettany er æðislegur leikari. Paul Bettany er snill, sko. Hann er æðislegur leikari og perfect sem Vision. Já. En að því að fókusin er alltaf aðeins meir á Vöndu. Á Wanda. Og svo fyndi að fallbæja bandar svona upp. Á Wanda, fókusin er meira á hana. Þetta er náttúrulega hennar sería. Já. Miklu frekar en Vision. Já, algjörlega. Þó hann sé svona númer 2. Já. Mér finnst bara svo geðveikt að sjá hana og loksins verði einhvern veginn bara svona almennilegur karakter. Já, algjörlega. Ég er sammála. Svona miðamyndirnar. Hvað segirðu? Svona miðamyndirnar. Algjörlega. Sem að sagði myndunum. Já. Þannig að... Hún var líka alltaf bara, veist hvað, hún kom í Avengers Age of Ultron. Það var hennar svona fyrst almennilega kynning, veist, hún var alltaf bara partur af stærri heild. Hún var aldrei, það var aldrei eitthvað introduction movie fyrir hana eða Oranges bíómynd eða nei þannig að þú veist, ég skil okkur þeir byggu til seríum hana og til að, þú veist, hún átti það inni, skilju, og hún átti magnaðu sögu að segja, skilju. Og það var geggjað að sjá það, kafa dýbra í það og til að, já, það er mikið annars, sko. Mér langar svo að fara út í, þú veist, maður er alltaf svo stressað um spoilera. Já. Af því að fyrir eftir hversu viðkvæmt fólk er. Nei, þetta er spoiler. Þannig ég er að pæla að segja bara núna, spoiler alert. Ég ætla svona að borða eins og síðast í okkur. Með svona sound effect. Ég skal gera. Nei, ok, tjók. Ok, spoiler. Við erum að fara að spoila WandaVision-seríunni. Já, spoiler alert. Og þannig ég mæli að fólk bara tjekkja þeim. Þetta eru áhugaður þættir. Guys, ef þið eru að fylgjast með þessu podcasti og eru ekki að horfa á WandaVision, þá er eitthvað off, sko. Það var eitthvað af. Já, þú veist, bara hætti að horfa, skilu, og bara horfa á WandaVision og koma sér tilbaka, sko. Ok,
Við erum búin að vara fólk við. Yes. Nú getur við sagt hvað sem er. Ok. Þetta 50 sitcom dæmi. Já. En mér fannst fyrstu 3 þættir leiðilegir, sko. Í sammála. Já, þú veit sammála. Já. Það er það sem ég var að tala með pacing issues, skilur. Þú veist, þetta byrjaði svo ótrúlega hægt og ég var alveg bara og ég held að þau dróðu ekki neitt áhörðan fyrst út. Þetta vakti ekkert umtal, það var ekkert eitthvað að gerast, skilur. Það var bara introducing the fake world sem hún búin að búi til og fá, ég veit ástæður gerði þetta og þegar þið vildi áhörðum myndi lifa sér inn í hvernig þau karakterinn hún lifa sér inn í. Það var ekki að vera að gefa neina sína á það sem var að gerast fyrir utan á. I get it, en það er ekkert sérstaklega fucking entertaining að horfa á, skilur, að vera einhverjum fake eitthvað 50 sitcom dæmi, nei. Mér fannst það ekki skemmtilegt. Nei. Og en nú til þetta Marvel og maður bara, yeah, they're gonna pay it off, they're gonna come through for us, they're gonna come through, það er eina sigur að hugsa að ég horfa á þessu þætti. Já, að einhver leiti, en þess vegna spurði ég þig, að því að mér varst áhugavert að skilja gefa út 1 þátt í viku. Já. Gáði samt fyrstu 2 þættina út. Já, fyrstu 2 og svo kom bara 1 viku. Já. Ég vil meina það að þessi þættir hefðu þurft frekar á því að halda að vera bingear. Já, þú þar. Ég er þar, af því að það sem gerist, ég fylgdi svolítið með umræðan á netinu, það sem gerist var, það var svo margir sem voru ekkert að fíla það. Fyrst, já, einmitt. Þá kom svona neikvæð umræða á netinu. Þeir eru ekkert að forðast það ef öll serien er tilbúin. En mitt kantur á það er bara, en svo byrjaði þetta að vera gott og þá byrjaði umræðan að vera góð og þá held ég, þú veist, þeir kannski töpu einhver þarna í byrjun en svo náðu þetta svo miklu traksunni, skilur, og þetta byrjaði að vera fárlega gott, sko. Ekki bara eitthvað Marvel superhero gott, þetta er líka bara storytelling gott, sko. Bara svona, þú veist, vel gert, skilur, dæmi og þá, þú veist, hversu mikið töpuð á að hafa fyrstu þættin eitthvað svona ekki alveg spennandi. Þegar þetta náðu traksunni og þá voru allir bara, geggja, skilur. Nei, ég er ekkert að segja að tapa kannski miklu á því beint, ég er ekkert að segja að tapa einhverjum aðdáendum. Stórast er að stöðvar gera þetta, að gefa út þátt 1 viku. Já. En það er líka bara på tíma að gera, þegar þú þurfa að klára bara hina þættina. Ég las það með þetta, COVID hefur svolítið fokkaði mig upp. Já. Skiljanlega, það er eiginlega fyrir mörgum. Já, þurftu þið meiri tíma til að klára? Þeir ætlaði að gera 10 þætti. Til dæmis. Og þeir áttu að fá meira að gera nokkri karakter í loka þættinum. Já, það meikar sens með að við hvernig þetta var, já, einmitt. Ég held ég var líka búin að lesa, já, og það, ég er ekkert að segja, þegar ég var að horfa á þetta, þá var ég ekkert að býta, wow, djöfull var COVID búið líka. En það hafði áhrif. Það voru nokkuð loose ends þarna sem voru ekki búin að binda þér. Ég geði breyk með það. Þeir náðu ekkert að stjórna þessu COVID-dóti. En málið er, ástæður þeir gera þetta oft, gefa þátt 1 viku. Það er svo að aðdándur hafi viku til þess að debata þættina. Til þess að hugsa, melta, kasta fram einhvernum kenningum. Ég skil það. En það sem ég upplifði, mér fannst það bara ekkert spennandi. Skilur þú hvað ég er að tala um? Ég datt aldrei í þann gýrin að vera bara svona, hvað ætli sé í gangi? Hvað er að fara að gera? Ekki, þetta er ekki. Ég er alveg all up in that shit. Ég er þannig ef ég horf á sumaþætti, en þegar ég horf á WandaVision, þá var ég var ekki þannig. Í alveg? Já. Ekki meira að segja, ok, en aftur, spoiler alert, ekki einu sinni þegar, bróður hennar birtist aftur, sem heitir, leikarinn sem lék í X-Men myndunum. Já, Evan Peters heitir leikarinn. Evan Peters, já. Ekki einu sinni þegar hann birtist, var það ekki bara hvað er í gangi þarna? Er crossover universe í gangi? Var ekki neinn þessu umræða að gera þess mentan? Ég hefði bara mistið það þegar það kom. Ég hefði bara, holy shit, hann er bara, þetta er bara speedsterinn úr X-Men universe að koma yfir í MCU, ég bara, þetta er geggjað, ég var bara alveg, ég lepi upp, ég horfði svona 20 YouTube-vídeó hvað gæti verið að gerast í þessu þætti, ég er ekki grínast, ég lepi þetta upp, En það til dæmis, er það ekki þætti 5, eða eitthvað? Jú. Já, það er svolítið lið á seríuna þegar þetta kemur. Ég er kannski að tala um fyrstu 3-4 þættina, þá er ég bara svona, jæja, ég var að fara að láta eitthvað skemmtilegt gerast. Ég var alveg þar, en ég var líka samt alveg bara... Marvel fanboy. Hvað er í gangi? Já, ég er það, ég er líkt að neyta fyrir það. Og málega líka, maður vissi alltaf, þetta væri einhver heimur sem hún hefði búið til. Já. Skilur þú? Já, 100%, sko. Það er kannski ástæður ég var ekkert spenntur. Auðvitað fannst mér áhugavert að sjá Quicksilver úr X-Men. En ég líka, veistu það, ég var samt aldrei mega spenntur því ég vissi að þetta var ekkert eitthvað crossover. Það er svo gaman að mögulega, velta sér upp úr því
gæti þetta verið eitthvað, sko. Mér finnst það skemmtilegt, sko. Svona mikið spekuleiningar. Já, þetta var svolítið svona vink-vink líka. Þetta var það, og að mínum að þetta er eitt besta vink-vink sem hefur verið gert, skilur, því þetta var svo perfect, skilur, og því að, ekki bara það, þú veist, eins og með fyrstu episode sem var að lifa inn í það sem aðalkarakterinn er að upplega, heldur líka, þú veist, við sem áhörendur erum líka að upplega sama og Wanda er upplega þegar hún sér hennan karakter og til að byrja, þessi hérna karakter sem við könnumst úr þessum stað og þá hún er að upplega hann sem bara, byrja, þessi bróður minn, byrja, en ég... Það er samt skrýtin. Já, samt skrýtin, þú veist, já, byrja, en þú veist, þetta er alveg bróður minn, þú veist, þannig að við vorum að upplega mjög svipað hluti og aðalkarakterinn held ég, og ég held að það var líka partur af þessu sem meðanst þeirra bara eiginlega fucking brilliant, skilju. Já. Það ruggla áhörendur alveg eins og mikið á Wanda vera ruggla á því, skilju. Algjörlega. Sumum fannst að vera bara frekar í staðan fyrir vink-vink, eitthvað svona skemmtilegt. Sumur upplöðu þetta sem bara svona fuck you. Áhörendur. Þeir voru búin að ákveða bara, herru, farið að gráta. Ég er ekki að segja að ég verið þar. Ég er að tala fyrir þá núna. Þeir voru bara býtu, þið fáið hennar leikar sem var X-Men. Og fólk, sumur voru búin að ákveða það að þeir eru að fara að kynna núna Mutants. Já, einmitt. En þá eru þeir að búið til væntingar fyrir sjálfa sig, skilur. Þú veist, ef þú ert bara, þetta er að fara að gerast, sem ég var alveg bara smá svona spennt fyrir hugmynd, en síðan því þetta var ekki hana, var ég ekki eitthvað ákvæmstilega fyrra. Maður bara, ok, þetta var ekki svona alltaf lægi, ekki mála áfram smjörið, skilur. En ég, samt þú var spenntur. Ég var ekkert almenna spenntur. Af hverju ekki? Hvernig getur ekki árið hæpt? Þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilega pælingar og hvert þessi storytellers er að fara með söguna, þetta er bara skemmtilegt. Hvað ætlar að gera, skilju? En ef þú lefum að klára. Ok, hvað er það? Já, ég ætla að segja það að ég var ekki spenntur til að byrja með. Já. Ég var bara svona, mér fannst þetta bara ekki spennandi. Mér fannst þeir hafa valið og svona áhugaverða og skrýtna leið til að segja þessa sögu með þessu sitcom-dóti. Já. Mér fannst það alveg sniðugt, en gátur ekki allavega sagt eitthvað skemmtilega sögur í þessu fyrstu þáttum. Mér fannst það ekkert gaman, eitthvað, við erum að fá bossinars í mat. Já. En ég veit líka, þannig voru 50 sitcom þættir. Já. En mér finnst það bara ekkert skemmtilegir. Nei, ég sammála. Mér fannst það ekki skemmtilegir þá. Í gamla dag, ekki það að ég sé fættur 50 og eitthvað. Bara þegar þú sást þetta, já. En þú skilur hvað við, það form fannst mér ekkert skemmtilegt. Ég sammála. Mér fannst það ekki heldur skemmtilegt í WandaVision. En ég er ennþá að melda þessi seríu. Já. Ég get alveg sagt þér það. Já. Og ég var að hugsa að horfa hana aftur á hana við hittumst. Ok. En ég gati ekki komast ekki fyrstu þættina. Nei, já, er það ekki? Ég trúi því alveg. Ég myndi, ef ég myndi horfa hana aftur, þá myndi ég sleppa fyrstu tveimur og bara byrja á þriðja á því að þá byrja svona the plot starts to thicken, sko. En svo er svona atriði í fyrstu þáttunum, eins og þegar það er ekki drón sem fer í gegn og breytist í einhverja leikfangaþyrlu og eitthvað. Þegar hún tekur hann upp eitthvað, ég maður þegar ég horfa á því, ég var null spennt. Já, vistu þegar þú segir það, var ég, málið, maður vissi alveg hvað er í gangi. Maður var einhvern veginn bara að bíða eftir að sagan myndi byrja. Já, það er bara málið. Og mér fannst það svolítið leiðilegt að þurfa kannski 3 þætti. Það er alveg, það er pacing issue sem, það sem ég hef að setja út á það, sem er bara, það var ekki nóg grípandi til að byrja með, það var ekki nóg spennandi, og maður var einhvern veginn bara að bíða eftir því að þetta myndi vera næs. Geggjað. Sem þetta varð síðan. Já. Og það er maður minna pirraður. Já, algjörlega, eins og heyri, ég er ekki pirraður. Ja. Ég er ekki Wonder Woman 1984 pirraður. Það er svona highest level. Já, en þegar að leiða á seríuna og þegar maður fær að sjá líka hver er vondikallinn á bakvið og allt, ég fílaði hana bæði. Ég ætla að spyrja þess út í... Já, ég ætla að spyrja þess út í... Ég ætla að spyrja út í þetta. Áhugavert. En þegar það kom og þegar hún er að tala um eitthvað svona prophecy og þetta Scarlet Witch dæmi, þá er ég All-in, já. Þannig að það lór var að náða þér. Það náði mér. Þannig ég ætla að spyrja það út í. Það er farið út í bara alvöru nornir í þessari seríu. Já, pældi hvað þetta er ógeðslega ríkur heimur af skemmtilegu dóti. Elskar það. Hvernig fílaði þú þetta nornadæmi? Já, þú veist, þetta er náttúrulega bara standard Marvel trópskilur að velja, þú veist, vondakall sem er svo svipaður og aðal karakterinn nema kannski er lítið meira powerful eða minna powerful og þú veist. En hugsaður Wanda sem norn eða bara sem Overage með þessa krafta? Af því að hún er greinilega líka norn. Já, einmitt. Ég hugsaði já. Fannst þér það passa inn í Overage heiminn, en að Marvel heim? Já, þú veist, það er allt í þessum heimi, skilur. Þú veist, þeir eru búin að, þú veist, Doctor Strange er komin út, skilur. Þú veist, Guardians of the Galaxy er komin út. Þú veist, það er búið að expanda þennan heim í, þú veist,
ný dimension af, skilur, þú veist, bæði hvað núna komið, tímaflakk og þú veist, það komið galdrar, þú veist, það komið allt, skilur, þú veist, hvað ég eftir að fara í, skilur. En þú sérst fílaði það? Það buggaði það ekki? Nei, ekki neitt, sko. Þú veist, mér finnst hún bara vera, mér finnst það bara virka. Hvernig varst að fíla Agatha Harkness, vondukonuna? Leikkonan frábær og hún stóð sem svo hetja. Okay. Og meðan hún virka vel fyrir það sem hún þurfti að gera í sem þætti. En bara eins og með Marvel, skilur, þá vondikallin oft bara til að þjóna sögunni eða alkarakterum, skilur. Mér fannst, þú veist, vondikallin ekkert eitthvað að vera eitthvað ógeðslega, þú veist, intimidating eða scary eitthvað, ég var aldrei eitthvað svona, þú veist, mér fannst þetta ekkert eitthvað besti vondikall heimi, sko. Það var bara Lala? Já, alveg hans betra það, skilur, en já, það var ekkert eitthvað Dark Elves í Thor 2 dæmi, skilur, en þú veist, þetta var alveg gott, skilur, bara alltaf læg. En varstu fyrir einhvern vonbrigðum með vondakallin að þeir gefa ekki, þeir revíla ekki strax hver er vondakallin? Varstu búin að mynda einhverja skoðun með það hver væri vondakallin? Svo kemur ljós að það hún, varstu fyrir einhvern vonbrigðum? Hvað er þetta þar? Já, sko, það var náttúrulega ég hef búin að heyra, horfa einhverju YouTube-vídeó sem var að tala bara, já, Agatha Harkness, það pottið þessi, eitthvað, bara, ok, getur verið, en þú veist, þannig ég hef búin að hlusta alls konar kenningar hvað þessi gangi og ég hafði gaman að það er svo gaman að spá í hvað í gangi, skilju. Og þá búið að benda á að hún mjög líklega þessi karakter og hvernig hún getur mögulega að spila inn í söguna. Þannig var það alltaf með það bak við eyrað, skilju. En svo bara kemur í þáttur að það samfært um að hún sé bara alveg undir einhverjum álöfum eins og allir aðrir og þá bara, ok, hvað er í gangi? Svo allt inni bara hún revílu, ég bara, ok, eitthvað, veist. Ég var alveg, þú veist, það er alltaf læg, skilju. En ég var ekkert eitthvað, wow, eitthvað, sjokkt eða eitthvað, skilju. En það kannski út því ég konsúma svo mikið af contenti kringum umræðan og því ég er algjör nerd. En þú varst ekkert búin að búa til eitthvað svona, þetta er pottið þessi vondikall, svo bara, það er ekki hann og það er svona bara. Nei, ég verð aldrei fyrir vombriðum, skilur, og því ég byggi, þú veist, ég er aldrei með neina væntingar, skilur, hvað ég fara að gera, skilur. I don't set myself up for failure, ég bara, þú veist, bara svona pælingar, bara þetta geti gerst, já, skemmtilegt, svo bara, ef það er ekki, það er bara svona, já, ok, cool, þú veist, ég verð aldrei sári að pirra, sko, ég er svona vorkennilega fólki sem verður það, því að, þú veist, þú ert svolítið að taka frá þinni skemmtun þegar þú ert að vonast eftir að hlutinni fari ákveðin átt í staðan fyrir að bara skemmta þér yfir hvernig þetta fari yfir höfuð, skilju. Þú ert svona, held ég, missing the point, sko. En ég gerir mig grein fyrir að, þú veist, koma væntingar með ákveðnum karakterum og þú ert mega mikið í comic book, dæminu, þá ertu bara með emotional attachment í, þú veist, einhver svona karakter út spenntur að sjá það og svo fyrir ekki að sjá það, þú ert bara, hérna, skilju, I get it. En ég held ég sé akkurat rétt level af nördisma til að geta verið bara gjössalega skemmt mér á ákveðlega réttu nótum og því að ef ég fer hans þá er ég bara einn af þessu gaur sem er bara reiður og kvartandi yfir því að gaurinn og X-Men kom inn í þessu þætti en var samt bara, síðan hét bara bókstala, hvað hét hann? Ralph Bohner Ég skil alveg þessi superfans alveg bara pirraður út því að vera að fara svolítið kæruleysislega með alls konar hluti sem þeir eru með einhver svona emotional attachment við, skilju. Ég er ekki það, skilju. En sumir hafa nefnt, ég ætla að fá þitt aldrei þessu, sumir hafa sagt að þetta revíl með Evan Peters, Quicksilver, eða Ralph Bohner, eins og hann kallast hann í þáttunum, það kemur henni bara ljós að þetta er bara velju gæi sem Agatha sett ykkur áluga á eða eitthvað, þannig að þetta er henni ekkert merkilegt. Þetta er ekkert þess merkilegt og heldum. Sumir vilja meina það að þessi svipað gerði í Iron Man 3, þegar Mandarin var bara einhver leikari. Já. Var það ekki leikari? Jú, hann var bara leikari fyrir aðalvondakallinn sem var þarna scientist. Já, en ég var pirrar við Iron Man 3. Ég var ekki pirrar með Ralph, en ég var pirrar með Iron Man 3. Hvað er þú þar? Skilur þetta fólk eða ertu meira bara svona hei? Ég skil alveg og fyrir myndina sjálfa og því að mér er alveg samum karakterinn Mandarin. Já, Mandarin. Mér er alveg sama, skilur, hvað þeir gera með hann og hvað ekki, en málega bíómyndin var svolítið búin að byggja upp á honum, þannig að maður var einhvern veginn komið með það í huga að þetta er að fara að vera einhver, skilur, svo var alveg eitthvað svona, ok, hann er bara puppet, skilur, þannig að svona, hvað var það fyrir bíómyndina, var ég alveg svona, já, þetta er svolítið svona, hvað er þetta, svona bombshell, ég kallt það dick move. Já, ég get alveg, en ég var samt aldrei eitthvað pirrar, ég var bara svona, odd choice, þú veist.
En já, kannski hint af smá vonbrigði út því að maður var að búast við einhverju miklu meiru en samt ekkert eitthvað, ég var ekkert eitthvað reiður, skiljið. En finnst þetta að svipa? Já, þetta það. Þið finnst þetta að svipa dæmi? Já. En þá samt í tilfelli Iron Man 3 þá var búið að byggja upp meiri væntingar fyrir þennan karakter í bíómyndi sjálfi. Það var ekkert endilega búið að gera það fyrir WandaVision, sko. Það var meira bara, ef þú ert supernördi, þá ert þú sjálfur bara búin að byggja upp, skiljið. Þú veist hver þetta er og hvað hann er að gera og svo framvegis, sko. Að því að ímynda ef þú búin að sjá allar Marvel Studios myndirnar en ekki X-Men, þá var ekkert orðið fyrir vonbrigðum. Nákvæmlega. Þá fattar ekkert að vink. 100%. Og ég held líka að meiri hlutin af áhörendum er drullu sama. Og því það er enginn eitthvað að velta sér upp úr þessum hlutum nema, veist, fólk eins og ég og þú sem er að spá hans meiri hlutunum. Og ég held að við séum klála í minni hlutahópi, sko. Hvað var það, skilur, þessum pælingum. Því ég held að flestir horfa á þetta bara get casually og bara, fólk örgulega veit ekki að þessi munur á X-Men Mutants og MCU, skilju. Já, ég held að það sé enginn að velta sér upp úr því, sko. Ekki eins margir og við. Nei. Nema hardcore nördar. Hvernig varst að fíla í þessari seríu að Wanda býrunni til, var ekki eitthvað svona hexagon eða eitthvað svona... Hexagon, the hex. Já, býr til bara sín eigin heimirunni. Já. Og þú áttir með að komast inn í rauninni, nema hún basically bara leiðir að koma inn. Já. Hvernig varst að fíla það dæmi? Það setup? Já, mér finnst það bara skemmtilegt, sko. Eða þú veist, ég var ekkert eitthvað að elska það en ég var heldur ekkert að hata það. Það var bara svona, þú veist, það var element í sögunni sem var þarna. Virkaði fyrir mig, þú veist. Fannst það cool að sjá munin það sem er inn í hexagoninu, svo fyrir utan þátt með þessa hermenn hana. Þú veist, fannst þið það cool svona setup? Nei, já, þetta var bara alltaf læg, skilur við. Þú veist, þetta tala bara svona visual aesthetic standpoint, eða bara svona hvernig það lúkaði. Já, mér finnst það alveg cool. Já. Mér finnst það bara svona, þú veist, ég var ekkert að pæla mikið í þessu, sko. Ég var meira bara svona tekin af það sem var í gangi með karakterinn og það, sko. Og actionið, sko. En þess að ég hugsa, þegar það kemur ljós, hún bjó bara til svona heim og hún gæti líka að stækka. Já. Það sem ég fílaði þessa pælingu er að þarna fengum að sjá hvað hún er öflug. Öflug, já, það er rétt. Það var ótrúlega flott, sko. Já, af því hún er sjúklega öflug. Bara svo öflugust það, skils mér. Já. Og eins og... Sérstaklega í dag, eftir síðan. Já, eins og Agatha Harkness tók fram, sko, að proceed the power of the sorcerer supreme. Já, sem er Doctor Strange. Já, sem er geggja hint, sko, hvað það var að gerast í framtíðinni. Það er bara spennandi, maður. Af því Wanda verður náttúrulega með Doctor Strange í... Einmitt, það er spennandi. Það er spennandi. Af því mér veist þegar serían búin, þá var ég bara svona, ég er spenntur að sjá meira núna. Já, 100% líka. Þá var ég súper spenntur. Og líka það sem er skemmtilegt fyrir mig, eins og ég var ekki til að investið í Wanda Maximoff, Scarlet Witch karakterum, en núna er ég bara eitthvað, damn, ég er bara mist cool gæla, skilju, og ég bara, veist, það er líka bara svo cool saga, það var svo cool saga sorg, skilju, meðan það vera svo ótrúlega flott við þetta. Að þessi manneski var að díla við sorg og hún er meir ofurhetjur og þetta er hvernig manneski með sorg og ofurhetju kraft að díla við þessu sorg og meðan það bara svona, það fannst mér vera hvað magnast, eða skemmtilegt söguna. Hvað fannst þér vera skemmtilegast? Hvað var uppáhaldsdæmið þitt við þetta? Við þessu seríu? Já. Wanda, bara karakterinn sjálfur. Já. Ég fílaði það og ég elska nýja búningin. Ég líka. Já, ok, þú fílaði það. I'm on board, sko. Já, við erum þann geggjað. Það virkar, ég trú ekki að þið látið þetta virka, en það er bara þannig. Mér veist það bara, hún er bara rosa flott í þessum búning. Já, hún virkar. Bara kórónana, hvað þetta er sem er á haustnum, háreðinar, þetta er bara allt on point. Algjörlega, sko. Og ég er svo all in núna. Já. Mér finnst þessi karakter, mér fannst hún töff, mér finnst hún geðveik í dag. Já. Og ég er svo spenntur að sjá meira af henni í næstu myndum. Já. Ég vona þegar ég eftir að setja hann aðeins framar í röðina. Já. Sérstaklega því að Iron Man er farinn, Captain America er farinn. Það er alveg pláss fyrir aðra karaktera, svolítið svona stigu upp og taka svolítið svona center stage og ég til að sjá hann þar. Já, ég samanlega, sko. Algjörlega. Þú veist bara, þetta er bara svona virkaði. Þetta, ef rauninni í spárið, þá er þetta bara svolítið, þetta var svolítið origin story fyrir WandaVision, sko. Fyrir Scarlet Witch. Já. Af því ég held mér þess að, er það ekki rétt hjá mér? Þeir voru aldrei búin að nota þetta nafn í myndunum. Það er rétt, sko. Hún var alltaf kölluð bara Wanda Maximoff. Já, algjörlega. Það er svolítið magna. Þannig þegar ég segja Scarlet Witch, ég held mér þess að Agatha Harkness segja það fyrst í seríunni, þá fikk ég gæsóð. Já. Þá er ég spenntur. En það er líka næstjæsti þátturinn alveg. Já. Þetta var ógeðslega slóð start, sko, en þú veist, þetta lifur, skilur á því sem maður vildi. Og bara,
Já, ég svo ánægð með Kevin Feige. Mér langar bara að kynast hann, mér langar bara að vinur. Til að bara knúsa hann. Mér langar bara að knúsa hann, mér langar bara að þakklúður. Pæli hvað þetta er gott entertainment, skilju. Já. Þá ætla ég að spyrja út í Vision. Já. Af því að Vision breytist aðeins í þessu þáttum. Já. Af því þegar við sjáum hann síðast var það ekki bara í Infinity War? Jú. Hann er ekkert mikið Deyr þá, já. hann er ekkert í Endgame, þannig séð. Allavega, heldur hann Infinity War þegar hann deyr þar. Svo sjáum hann það, lifandi. Og það kemur ljós og hún náða að búa hann bara til já. út af, það er svo þessi partur af The Mind Stone inn í henni eða eitthvað sliðis. Það er væntanlega því að hún stútar steininum. Mannst ekki í Infinity War. Algjörlega. Þannig að það er svo einhverja leifar hafi farið inn í hann eða eitthvað. Já, ok. Já, ég hef ekki búin að heyra Ég skildi það þannig. Er það ekki bara út í að hennar kraftar koma frá The Mind Stone? Eða er ekki endilega út í að hún eyddi Mind Stone út í að það bara, Thanos bara sneri við tímanum og setti það tilbaka, sko. En bara ekki út í að hennar kraftar eru originated frá The Mind Stone, þá er hún með The Mind Stone í sér út af því að hún fekk kraftarna sinni þaðan, skilju. Mögulega. En var það ekki það sem var útskýrt í þættinum? Hún labbaði hann inn í, þegar var að vera, þegar hann var að fá kraftarna sína, þá labbaði hann í experimentstofuna með vonduköllunum, úr hvað heitir þetta? Ultron? Nei, Hydra. Hydra. Þegar þeir voru að experimenta alla og þá kom Mind Stone og bara svona presentaði sig fyrir hann. Sko. Já, mögulega er það málið. En eins og ég skilja þess að líka er að hún var ekki alltaf með einhverja krafta. Þá er að tala um kannski dormant, en hún er Nord. Já. Þannig að það sem að Mind Stone gerir, bara magnar það. Já. Það er það sem svo geggjör. Eiginlega skildi ég það ekki rétt? Jú, þetta er hvernig ég skildi og þetta er líka held ég hvernig að þættinni vilja að þú skilji þetta. Og því að þegar hún var lítið batana og þá var að sína bæði sem var eitt besti þátturinn. Já. Þurfum að snerta nokkað aðrið, ég má ekki gleyma þetta. Það er bæði dialogi milli hennar og Vision, skilur á 2 köflum, sem var svo ótrúlega fallegt, bara ótrúlega vel skrifað, bara shit. Og líka bara eitt þátturinn þar sem vera kafi fortíðin hennar, þú veist, þegar Agatha Harkness er að fara í gegnum með hana, bara hennar ferli af hverju hún er á þeim stað sem hún er í dag, skilur að gera þessu hluti. Bara vá, þetta bara, þessi þáttur var alveg bara, þú veist, ég var bara feeling it, ég var svo ógeðslega emotionally invested, ég var bara svona fann fyrir hennar sorg og hennar, þú veist, hennar grief, sko. Og já, einmitt, og í þættinum, það sem að það vera að fara tilbaka og skoða hennar fortíð, þá er sýnt þegar íbúðin hennar er sprengt og foreldrar hennar deyja, skilju. Og þá er sýnt hana vera lítið krakki hana með bróðið sín hliðin á sér, undir einhverjum hrúgu af grjóti og það er sprengjan og hún víst næra, mögulega er ekki alveg sýnt fram að en nær eitthvað að stoppa sprengjuna, mögulega. Já, mögulega. Já. Það verður gefið til kynna og það er í rauninu bara sagt og hún er Nord, svo far hún Mind Stone dótið, þá náttúrulega verður hún bara extremely öflug. Algjörlega. Mér finnst það mjög töff. Það er geðveikt, sko. Það er verið að bæta við kjöt á beinið hjá þessum karakter. Það er það sem ég elska að vita, sko. Já. Og líka bara núna hugsa með sér, ok, hversu öflug getur Norður? Já, algjörlega. Af því að Agatha segir, eins og þú talar áðan, þú ert inn í Norðin öflugri en Sorcerer Supreme sem er inn í dag Dr. Strange. Já, algjörlega. Og með hvað maður var að sjá hann í þættinum, já, hún virkar öflugri en Dr. Strange. Algjörlega, sko. Það er svo spennandi. En með Vision, ég ætla að koma inn á hann. Já. Hann sérst að hún býr hann til í þessum heimi. Já. Og hann kemst ekkit út úr þessum heimi því hann er dáinn. Já. En þeir búa til annan Vision. Já. Þeir búa til hvítan Vision. Sem ég elskaði. Já. Ég elskaði það út því að ég var genuinely shocked út af því að það er besta þetta er. Og því ég tek þátt í umræðunum á netinu sem að vera spáspeklar hvað að fara að gerast. Það var enginn búinn að kolla þetta, ekki neitt. Það var allir búinn að tala Mephisto, hitt og þetta hvað að fara að gerast, að, að fóringinn í hersveitinni væri eitthvað, Mephisto er eitthvað að reyna eitthvað svona kjaftaði. Svo allt henni bara boom, hvítur Vision. Ég bara, yes, það er geggjað, let's go. Og ógeðslega standard trópi, einhver overheadjumynd, bara góð manneskja, vélminni sem breytti í vont vélminni og svo framvegis. Ógeðslega standard, það er bara svona langt síðan síðast, og fyrsta skipt sem þetta gert held ég í Marvel heiminum og ég var bara yes, I'm all for this. Ég bara fílaði það svo mikið, sko. Já, nú þekki ég ekki alveg, er þetta ekki úr Terminator? Hvað sér ég? Svona White Vision. Jú, ég held að White Vision er klálega partur af comic book, já, það hafa komið út bækur, skils mér. En ég veit ekki hvort að hann var notar á þennan hátt nákvæmlega. White Vision var karakter, skilur sem var með einhvern svona, já, með sinni einn sögu, sko. En ég veit ekki hvort að það var nákvæmlega sama sagan og var notið í WandaVision, sko. Ég veit ekki hvort hann hefði verið,
dáið og síðan var byggt hann aftur upp og svo framvið, sko. Ég held að það ekki hvernig White Vision var í comic book sögunum, sko. En hann byrtist þarna og þeir byrja slást, sem ég var svolítið töffatri. Ég bara gæði, sko. Ég var líka þegar ég horfði á það, ég hugsaði með, þetta sjónvarpsþáttur. Já, you gotta appreciate the budget. Já, þetta er orðið rugla. Þetta er bara alveg action set piece og ég er bara ánægður, þeir voru að feysa inn og út, þá nota, þeirra krafta á mótugutörðu og þetta var gert rétt, skilur. Það var ekki bara eitthvað, og síðan bara, og síðan annað punch og þeir eru bara skjótað sem allt, þá nota þeirra spes, hæfileika og það er það sem gerir svona góð action set pieces, sko. Og það sem hefði líka verið típistur sjónvarpsþátt er að þeir geta báðið flogið. Það sem er típistur sjónvarpsþátt til þess að halda niður budgetinu er að þeir eru bara slegist svo mikið á jörðinni. En þeir fljúga helling. Já, algjörlega, sko. Ég dýrkaði það. Já. En hvernig túlkað þú? Þeir slást þarna. Vision á móti Vision. Og gamli Vision. Já. Hvað er maður gamla? Já. Hann á að sannfara hann er að flytja einhverja minningar eitthvað yfir í hvíta. Já. Og hvíti endar hann ekki að segja eitthvað I am the Vision og svo flýgur hann í burtu. Já. Og við sjáum hann ekkert meira. Nei, mitt. Sem ég er ótrúlega spenntur að sjá hvað mun gerast í kjölfarið. Já, hvernig túlkar það? Hvað heldur sé að fara að gerast? Ok, sko, sem sagt, að slagurinn hafi þróast út í bara svona a game of minds. Það var svo ógeðslega gott move. Ég elskaði það og þið tók eitthvað. Það var svo heimspekispjall. Já, og ég elskaði það. Ég elskaði allt við það og því að það er svo mikið vision, skilur. Það er svo mikið, svona intellekt. Já, og það var bara svona, ég var bara svo þakklátt að þið fóru þessu, ég bara vá, og því að Vision er ekki eitthvað þessi gæði, þegar þetta er svo mikið meir, þetta er vélmenni, þetta er bara eitur, þú veist, bara já. Ógeðslega klár. Ógeðslega klár. Og svo finna að slagurinn fór frá að vera fysikali yfir í að vera miklu meira intellectual, skilur. Og þá kemur hann með kenningum bara, hvað er það að vera, skilur. Já. Og þeir fara að debate það, skilur, hver er alveg Vision og koma með eitthvað þýsis frá einhverjum heimspengingum frá því, löngu síðan og það byrjar að vera eitthvað svona, debate millir þeirra og þeir eru svona að reyna að skilja hvort annan og hvað er í gangi og svo allt henni komið þeirra niðurstu og það er þeir bara, já. Við erum báðir. Vision, en við erum hvoru. Við erum eitthvað svona, bara frábært writing. En já, hérna. Þú veist, er hann núna? Ok, hann transferar ekki sína minningar, skilur, út af því að, þú veist, hann er þegar með minningarnar í sér. Já, hann vekur hann upp. Hann unlockar það, skilur við. Okay. Og því að hann er með þá krafta frá orkunni sem hann er búin til úr, sem er orkan sem Wanda bjóð til úr steininum, skilur við. Og hann vanta orkan úr steininum til að vera, fá það tilbaka, skilur við. Eða það er hvernig ég skilja það allavega. En meðan það bara geggja út, það þýðir bara að við fáum meira Vision, skilur við, og við fáum, Vision með minningarnar sem hann er búin að ganga gegnum sem karakter í hinum Avengers bíómyndunum. Ég bara yes, því að mér finnst það leðilt, mér finnst Vision aldrei fá að anda almennilega, skilju, hann var bara, hann er klála einn öflugasti, ef ekki öflugasti, karakterinn í öllu, universunu örgla, hann gerur úr vibranium og bara getur allt, skilju, þið þurftu alltaf að gera eitthvað til að halda hann niðri út því hann er lang öflugasti karakterinn, þannig að í Avengers sem fyndi voru, þá var hann stungin að okkur dóta, bara, ég get ekki lengur feysað, eitthvað svona, mikið redding því annars, hann myndi örgulega bara rústa öllum, skilju. Það var svona cool aðri. Já, það var neitt, sko. En heldur þú, þegar við sjáum hann næst, alveg svona hvernig það verður, heldur hann muni bara hegða sig eins og Vision, sem við þekkjum? Ég held að, næsta skref með honum verður hann að reyna að finna sig, skilju, og finna út hverju Vision er og hvað hann vill gera, skilju, því að, núna er hann á þeim stað, hann er búin að fá allar þessar minningar aftur, en samt sem ári er hann líka bara vélmenni. Þannig að næstu skrifin fyrir hann er bara hver er ég, hvað er ég að gera, hvað vill ég, skilju. Hann verður að uppgöta sig upp á nýtt, skilju. Það getur verið cool. Og líka því að núna er hann ekki með Mindstone. Hann er ekki tengd um neitt. Algjörlega, sko. Og ég held að það er bara geggja, sko. Og ég er allavega mjög spenntur að sjá hvað þeir gera við Vision, sko, í framtíðinni. Þeir potið búið til spes-seríu, sko, held ég, sko, ef ekki bíómynd, sko. Vision? Já, þú ert þar? Af hverju ekki? Já, ég til að sjá það. Ég held það. Já, út af því að, enn og aftur, það er ekki almennilega búið að, kafa í hann eitthvað sérstaklega. Hann kom þarna í alveg eins og Wanda, kom inn í Avengers Age of Ultron og var bara hent inn í eitthvað, það var ekkert eitthvað, það er aldrei búið að kafa almennilega inn í hver hann er. Það er sýnt svona, já, hann er svolítið að verða mannlegur og samt sem ári er hann bara algjör, hann er bara vibranium machine og kemur af Ultron og Jarvis og er bara þessi karakter, en það er ekki búið snert á nákvæmlega hver þessi gæi er og hvað hann getur gert, skilur við. Hann er bara alltaf búin að vera þarna. Hann á meirinni? Hann á hellinginni. Og ég held að þeir munu, eins og ég gerði með Wanda, munu klálega nýta þetta fyrir eitthvað sitt eigið, sko. Því að það er alveg, hann getur farið líka hver sem er í heiminum, sem er svo spennandi, skilju við. Já.
En útlitslega, hvernig fílaði það? Útlitið hans? Geggjað, dreitt besta útlit bara... Sérst hvíta? Já, minnur hvíta? Já, af því við fórum að sjá hann er grænn og það er svona litrikur. Ég dýrka það lúk. Svo er hann núna hvítur. Já. Mér finnst það alveg flott, sko. Eða þú veist, mér finnst það skemmtilegt, sko. Hvað er það flottara? Mér finnst original típan vera meira svona... mér finnst það meira cool. Eða þú veist, ég veit ekki, hann virka betur fyrir mér. Mér finnst hvíti vera eitthvað svona smá... skrítinn, sko, en ég fíla það samt alveg líka, sko. En er það ekki rétt skilja mér? Að því hann getur breytt sér. Gæti ekki hvíti tæknilega sér breytt sér í gamla? Ég held að það er... Bara útlitið? Já, 100%, sko. Ég held að það er sem muni gerast, sko. Myndi finnst það töff? Myndi mér? Já, ég vil þetta fá bara gamla góða lúkið tilbaka, sko, þegar núna er hann basically orðin þess á karakter og núna hann aftur bara, hver er ég, eitthvað og veist, reyna að finna út úr þessu, auðvitað verður hann til þess að, ég held að líka að þau sem að segja þessu sögu muni vilja fá hann í original lúkið svo áhorfandinn tengi. Já. Ég er mjög spennt að sjá hvað ég gera með Vision. Þetta verður geðveikt, sko. Ég er alveg mjög... Því hann er bara, veist, ég held að sé örugglega mest powerful karakterinn í öllu dæminu, held ég að, veist, og þeir þurft alltaf að vera að gera hann veikar og veikar út, því hann er way too fucking powerful, veist. En er hann öflugin Captain Marvel? Hún er alltaf rosalega öflug. Þeir veit ekki, mér veist Marvel ekkert hvað er að gera á hana. Nei, hún er ekki neitt hvað er að gera á hana. Allt öflug, sko. Þeir, veist málið, þeir þurfu bara að finna leið til að gera þær weak. Þetta er sama vandamáli með Superman, skilur. Hvernig gerur Superman weak, skilur? Hvað getur gert hann veikan? Já, en hann er með kryptonite og eitthvað. Já. Captain Marvel, hvað er hún með? Það er ekki neitt. Umlega persónleika, neitt. En þá verður ég að spyrja þig, að það er smá tenging í Captain Marvel í þessu þáttum. Og það er Monica Rambeau. Já, einmitt. Sem er henni dóttir bestu vinkonu, Carol Danvers, Captain Marvel, úr þeirri mynd. Já. Hvernig varst það að fíla þennan karakter? Af því hún fær krafta í þáttunum. Já, þú veist, ég veit ekki, mér fannst hún frekar tilgangslaus í... Viltu sjá meira af henni? Já, ég er ekki á móti, ég er náttúrulega bara glaður að vera þarna, skilur ég. Þú ert bara glaður að fá að horfa á eitthvað þessu. En mér finnst hún þjóna ekkert einhverju spes hlutverk hérna, sko, held ég. En það er verið að gefa smá til kynna. Horfður á í lokin, ég vona á að gera það, horfður á mid-credit scenes og... Ok, þannig að þú sást mid-credit scenes með Monica Rambeau. Það er eitthvað skröll sem tala við hana og hún er væntanlega að tala um Nick Fury, því hann er ekki stótt í geimnum. Ertu spenntur þessu? Eða ertu bara svona, þetta er bara lala karakter? Hún á náttúrulega verið einhver karakter sem heitir Spectral eða Spectral, minnum mig. Það er allavega eitt af Ég þekki hann ekki, sko. Nei, ég er ekki það djúpt inn í comic book, dæminu til þess að þekka það eitthvað vel, sko. En það ávist að vera einhver karakter og hún á að vera einhver karakter. Og það er bara geggjað. Það er verið að introdúsa, kynna nýjar ofurhetjur inn í heiminu gegnum þennan þátt, sko, sem er alveg gaman, skilur, og skemmtilegt. Maður bara svona, hvað er þessi að fara að geta, hvað er hún að fara að gera, hvernig þetta var að líta út. Þú veist, og þetta náttúrulega er líka í rauninni var það svolítið hennar origin story, skilur, í þessum þætti, skilur, sem, veist, ef við setja þetta í sambyrði við önnur origin story, þetta er bara weak as fuck, skilur við, þú veist, þetta er ekki sérlega spennandi, sko. En mér finnst leikonan fín. Leikonan er geggjuð, ég fílaði hana, sko, hún gerði góða hluti með það sem hún var með, skilur við. Ég er alveg til að gefa henni breyk. Ég vil horfa á þetta, sko, ekki spurning. Eða ekki með Monica Rambeau seria, þú var í fyrsta að horfa. Nei, jú, að sjálfsög, bara, hei, ef það er MCU, það var í mættu, skilur, bara þannig, þetta er skemmtilegt. En, þú veist, hún mun klárlega vera. Já, ég veit ekki, þú veist, það er allavega, þú veist, það er bara spennandi að það sé verið að expanda heiminn og bæta við karakterum, skilur, þannig ég er bara glaður að sjá það. Er ég eitthvað ógeðslega spenntur fyrir þessum einu karakterum? Nei, ekkert sérstaklega, skilur, þú veist, en er ég spenntur að sjá, þú veist, að það mun verða eitthvað, já, sjálfsögð, þú veist, þau eru að fara að gera geggja hluti með alla karakterina sína, þau hafa alltaf gert það og þó að sumi karakter frá minni athygli en aðri, það er samt alltaf gaman. Þau eru svo góð með lítil karakter moment og það er sem gerist að þetta er alltaf skemmtilega, þú veist, þau separata hvern og einn aðila svo vel og gefa þeim sín eigin rödd og svona sín eigin moment sem var svona, þú veist, bara Endgame var svo gott dæmi um það, stríðið, þú veist, hvert og eitt beat í stríðinu var karakter moment, þú veist, þetta var bara þeir eru bara geggjar í þessu, sko. Þannig að, þú veist, ég er bara spennt að sjá hana in the fold, fattur þau, þó ég sé ekkert eitthvað, hvað ætli gerast henni? Nei, ég er ekkert að missa mig, skilju. Nei, þú ert svona opinn fyrir mögulega ykkur cool. Já. Hvernig fannst þér strákarnar hennar Wandu? Stóð sákvæmlega krakkarnir, held ég. Hvernig finnst þér svo pæling að þau er börn? Já, þetta var bara
svolítið skemmtilegt, sko. En þú veist, ég var samt bara, wow, þú veist, þetta, hvað þýðir þetta eiginlega? Þú veist, er þetta alvöru, er þetta ekki? Nei, þetta er ekki alvöru, væntanlega ekki. En hvað heldur það þýða því í lokin, í end-credits, eða post-credits scene? Þú ert sem ekki búin að horfa sem vídeónu, ég, sko. Nei, ég er bara ekki búin að horfa mikið. Ekki búin að? Nei. Áhugavert. Það er stundum sem ég gera ekki, sérstaklega því ég veit ég er að taka podcast átt. Já. Að ég vil ekki hafa eitthvað mikil áhrif á það sem ég er að fara að segja. Algjörlega. En ég horfði á post-credits scenes, eða scene, með henni. Þannig að hún er í einhvern bústað. Já. Og sömur á þeim tala ég reyndi að lasa það á netinu, ég var eitthvað svo vídeóinu að lasa á netinu. Svo heyra þau í krakkanum vera öskra til hennar. Já, en fyrst með bústaðin, þessi sami bústaðir, allar mjög svipar og Bruce Banner fyrir í lokinu á Incredible Hulk. Það var eitthvað út í svona raskætti og ég veit hvað þú myndir eftir því. Það er alveg way back reference. Já, en allavega, hún fyrir hennar bústað og maður sér hana fyrst bara á verundinni. Já. Hún er bara að drekka kaffi eða eitthvað, bara í chillinu. Svo fá við að sjá að það er eins og hún sé eitthvað svona astral projecting eða eitthvað. Hún í gallanum, Scarlet Witch, og er að lesa Darkhold bókina, þessa spellbúk þarna. Og það er sem maður heyri, eitthvað svona mami, og hún eitthvað svona brosir eða eitthvað, og svo bara svona köttar að það. Cut to black. Þannig þá spyr maður sig, eru krakkarnir hennar til í einhverjum öðrum heimi að því þeir fara að kynna multiverse væntanlega almennilega með Doctor Strange? Já, einmitt. Hvað segirðu því? Það er, þetta eru skemmtilega pælingar, skilju, og maður er spenntur að sjá, veist, hvað þeir ætla að gera og klálega víst að þetta var hintað svona hart í, skilju. Á væntanlega er þetta að fara að hafa að gera eitthvað með framtíðina og multiverse og verðin sjá Doctor Strange held ég, eða eitthvað frammiðu það meira sem. Og hvað krakkanir eiga að representa, skilur, í Marvel heiminum og í hennar sögu, þú veist, það er náttúrulega verið að tala um að það geti haft eitthvað að gera með Fisto eða, þú veist, einhverja aðra vondakalla sem eru partur af Marvel Comic Books og það er bara spennandi, en ég er ekkert eitthvað, þetta koncept ég er ekkert að deyja spenningi í því, skilur, ég er bara svona. Heldur að Scarlet Witch verður vondikallin í Doctor Strange? Ég vona þetta verður besti vondikallin bara í sögu Marvel, skilju. Þegar þú veist, allir elskan hana núna at this point og finna til með henni, þannig ef hún verður vondikall, þá verður þetta mest dynamic story, skilju, sem hægt að segja, skilju, sem er geðveikt. Það sem ég bara pæli að sé að fara að gerast, mér finnst þetta svona í að smá að því. Það er eins og sé að leita að strákunum sínum. Mér finnst það. Ég er að pæli því, er hún að leita um einhverjum heimi, það er eins og séu til einhvers staðar. Já. Og ég bara pæla, er hann að fara að breyta bara okkar heimi, raunveruleikunum? Er það kannski ógnin sem að Doctor Strange þarf að tækla? Af því hann segir mér sem við Iron Man. Já. Hann segir í Infinity War, af því að Iron Man jókar eitthvað í honum, hver er þú? Hvað ert þú að gera? Og hann segir held ég... Protecting your reality, douchebag. Já, protecting your reality. Ég held að Wanda sé að fara að fokka í okkar raunveruleika. Já. Í Doctor Strange. Ég vona hún verði allan að vondikall, sko, til að hún áttur að gegja vondikall, til að, þú veist, já. Ég til að sjá hana móti Doctor Strange. Það er bara, þú veist, Marvel eru búin að gera þetta í gegnum alla tíðina, þeir eru búin að stilla upp, þú veist, kartunum á móti hvort öðrum og það er búið að vera alltaf splendid entertainment, sko. Já, þeir virðast að stilla þessu upp þannig. Já, þeir eru alveg með það maður. Já, þannig það, þú veist, Multiverse of Madness verður geðveikt, sko. Ég er alveg mjög spenntur fyrir hvað þeir ætla að gera þar, sko. Það verður entertaining, sko. Ertu spenntari fyrir einhverja annari Marvel-mynd sem veist, sem er búið að staðfesta heldur en Doctor Strange? Er það ekki mest svona spennandi myndi? Getur við púlað upp listan? Ég er ógeðslega spenntur fyrir Eternals. Ég er þetta líka. Ég held að Eternals verði the new Guardians of the Galaxy. Gæti verið. Því ég held að þeir, veist, og ég líka máli, ég er að heyra spjallið sem er að koma út frá þessu. Spjallið er, veist, intensely gott, sko. Veist, það er allir, veist, Marvel er allt skemmtilegt og gott, en það verður að tala um að þau eru bara búin að hitta einhvern nagla á höfuðið með Eternals öðru sem allt annað. Þegar líka þetta er gjössalega nýtt. Þetta er nýjir karakterar, nýtt, veist, í rauninni nýjir heimur eða þannig. Og svona nýtt tím. Já, nýtt tím. Og ég alveg bara af öllum bíómyndunum og líka bara leikarnir sem eru involved í þessari bíómyndi, ég er bara svona, þetta er eiginlega, ég er mest hyped eiginlega fyrir þessari mynd, sko, þó að gegja Multiverse of Madness með Doctor Strange verður náttúrulega gegja, en Eternals, ég veit bara, þú heyrði það hérna fyrst, Eternals er að fara að vera the new hot shit í Marvel Universe, bara, þið heyrði það hérna fyrst, guys. Og veistu hvað ég ætla að gera? Ef hún verður ömuleg, þá ætla ég að klippa hennar stutt á bút. Svona replaya, svona mega benda. Segja bara Alex. Svona blikka svona idiot. Þú varst ekki nógu góð spáma. En ef hún verður geðaukismynd, þá ætla ég ekki að sína neitt þetta. Nei. Ekki gefa neitt kredit. En næstu sjónvarserjur. Það er að koma Falcon og Winter Soldier, Loki. Já. Er ég að glemma ykkur?
árum við fyrir út í það, Já. mér langar bara að acknowledgea bara the writing, sem ég var að minnast á hann, sem bara, karaktermomentin hjá WandaVision, þegar hann kemur og huggar hann í lokinu? Nei, headquarters hjá Avengers, það sem að hún ógeðslega sorgmædd eftir að mist bróður sinn og hann segir, what is grief, what is grief other than love, persevering, og ég bara svona, það var bara Þetta heitir marg. Nei, þetta er svo gott writing og mál þetta það sem að fólk áttar sig ekki á við Marvel-myndirnar, að þetta eru superhero dæmi sem bara það og það er skemmtilegt, en mál þetta er líka top-notch storytelling og writing og character writing og þetta dæmi, þessi sena bara gott dæmi það og ég bara svona, fólk þarf að fara að gefa þessum bíómyndum meira kredit fyrir að vera bara vel skrifaðar bíómyndir, skilju, eða þættir og líka annað önnur sena, hvað var það aftur? Já, í lokin, þegar hún að kveðja hann aftur, skilju, þegar hún að útskýra fyrir honum hvað hann og hvað að gera, skilju. Svo vel gert, þetta svo vel leikið, vel skrifað, þetta bara svona, og þetta hitt svo mikið mark, þetta bara, maður þarf að gefa þessu líka kredit og hætta að vera svona ógeðslega, já, ætti ekki. Það alltaf að vera að drilla í þessu myndir, en þessu myndir bara brilliant, skilju, á öllum levelum, bara af filmmaking og entertainment, skilju. Þannig að já, ok, right over. En ég sammálaður, ég til dæmis daginn, af því að, hvað ætla ég, 2 mánuðir sem við hittist eða eitthvað, ég horfði á aftur... Allt of langt síðan. Ég horfði aftur á núna fyrir stuttu síðan, kannski einhverja 5 Marvel-myndir. Já. Og ég svona að vinna mig gegn það aftur. Ég hef búin að sjá þær áður og allt það. En ég hugsaði mér, þetta skemmtilegt? Það er nefnilega nákvæmlega orðið. Þetta er ekki eitthvað svona fine art cinema eins og svo marga bíómyndir og það talið verið fínt, eða það er ekki þetta, en in the end of the day, það er þetta shit entertainment og þú ert ótrúlega entertained af þessu. Þá er þetta miklu betur en allt annað dæmi, skilur, það er málið. Og bara hvernig þið ná að búa til alltaf þessar karaktera og þeir ráða réttu leikarana. Þetta er brilliant. Þetta er bara svo svakalega gaman og þetta er svo skemmtilegur heimur. Og líka bara tónnin, að spila milli comedy og sadness og spennu og bara, cool hasar, cool action, skilur, action set pieces. Þeir eru bara doing it perfectly, sko. Það sem ég myndi vel að sjá að gera núna í framtíðinni, næstu árin, ég vil að fara að setja, því núna geta allir þess að nota Dr. Doom, Galactus, Silver Surfer. Ég vil sjá þá setja sama metnað í þá vondukalla eins og ég gerði með Thanos. Já. Að því mér varst Thanos, að ég horfði aftur Infinity War og Endgame, þetta er geggjaður vondukall. Þeir gerða það ótrúlega vel. Það var líka ekkert annað í boði. Þetta átti að vera the big bad og ef þú varst ekki að vera að finna fyrir þunganum á þessum karakter, þá eru þeir ekki að doing good job, sko. Það er bara feila. Já. Þannig ég er til að sjá það. Ég er mjög spennt fyrir því. En svona í lokin, ekki nú er eitthvað í sambandi við WandaVision? Ég til að snerta á það sem er að koma næst. Já, ég ætla að spyrja það út í næstu seríu. En erum við búin með WandaVision? Já, ég held að. Ég held að snerta á flest allt, sko. Við dettur ekkert annað í hug sem við langar að nefna. Nei, ég held að ég búin að, já, koma á öllum þann punktum. Bara við vorum að heildanleiti sáttum með það. Já, overall, guys, þá eigi að kíkja á þetta. Þetta er ekki fullkomið, en þetta gefur ykkur það sem þið viljið ef þið eru hrifin af MCU og bara hrifin af góðum þáttum með geggjum aksjoni og ógeðslega skemmtilegum konseptum overheitjur og þann dæmi. Það bara byggir á það sem er í gangi í MCU og hefur ógeðslega skemmtilegt character moment. Þannig að Ég elska hvað þú elskar þetta. Ég er svo alltaf bandrið passið, þetta er bara svona, svo finnir ég líka að ég segja, vinur minn sagði daginn, ég hef ekki hugmynd var svo mikil bíómyndar og ég er bara heima á mér, að tala við engan, ég og YouTube vinir mínir, það er ekki eins og vinir mínir, þetta er bara fólk sem ég horfa á YouTube, þetta eru nörda vinir mínir, svo er það bara þú kallið minn. En svo kemur hinga, þá fæði ykkur svona útrás. Nei, ekki tók, ég held ég þurfa að finna önnur outlet fyrir mig því ég hef of miklu orku til að koma til því þú ert eitthvað svona að reyna að beisla fyrir að halda á reynu stað í þessu podcasti. Þetta er svo ógeðslega gaman. Það er svo gaman að tala um fólk sem með ástríðu. Já, ég er all about it, sko. En þá ætla ég að spyrja bara núna snögt. Ég ætla að stilla upp á vegg. Já. Ef þú þurftir að gefa þessari seríu einkunn, já. Bara eitthvað svona, segjum bara 0-10 bara. Já. 10 bara best og 0 drasl. Hvar myndum falla hefur? Bara rock solid 8. Já, ok. Já. Þá erum við svipaðir. Já, þetta gerði fyrir mig að svona ég bjóst það og ég vonaði að myndi gera, skil.
og eftir örlítið fróðan 8 með þess, skilur, bara til að þú 8-5? Já, 8-5. Ég væri svona í 8. Já, það er fair. En þá eru við svipaðir? Já, 100%, sko. Mjög svipaðir. Ok, förum aðeins í lokin. Já. Það er að koma núna, næst kemur Falcon og Winter Soldier sem er bara að fara að byrja, það ekki bara eftir viku, held ég. Já, það er bara líður ein vika á milli þar að held ég. Jú, ég held þessi rétt sér. Það er bara vika á milli. Ég hefði viljað hafa samt þennan förstu dag með einn Marvel þátt, sko, en það er bara að bíða heila viku. Þú er bara að lifa þetta. Svo kemur Loki og þú ert þannig að sjá... God, get ekki Ég held að þeir verði spennandi. Það lúkar, sko. Já, en þú er búin að sjá vandalega trailer. Já, ég er búin að horfa á vandalega oft, sko. Hvort þetta spenntar fyrir? Falcon og Winter Soldier eða Loka? Og Loka allan daginn, sko. En málega ég veit að þetta bæði mun vera geggja, en bara málega heimurinn sem Loki mun vera í er miklu meira fantasy, miklu meira adventure og miklu meira fjölbreytni út af því að Falcon og Winter Soldier eru báðir hermenn, þannig þeir munu occupya hermanna heiminn í Marvel Universe-nu, því að það er þeirra koncept. Þeir eru ekki að fara að hoppa yfir milli heima og universe og fara að gera einhverja magical hluti. Loki er að fara að gera það. Ég elska það, þú veist. Það er meiri óvissa. Það er bara meiri fantasy element í því og ég elska fantasy element því að það er svo creative, skilur og það eru, þú veist, the possibilities are endless þar, meðan the possibilities eru ekki endless í, þú veist, stríðsheiminum í Marvel, skilur. Það er þeir að díla við spies, super soldiers og svona dæmi sem er skemmtilegt. Ég elska og ég veit að þeir eru að fara að gegja. En Loki er að fara að vera í the fantasy element og fantasy part of the universe, Marvel Universe og ég er all for it, baby. Ég er svo spenntur, sko. Get ekki beðið, sko. En verður þið þá ekki að taka annað þátt þegar Falcon það er búið? Ég er 100%, sko. Þið vitið það núna bara, kæra áhorfendur, að við verðum bara the official Marvel review síðan, því að það er bara draumurinn minn. Ég þorði alveg ekki að lofa kannski næstu 5 árin. 10 árin. Falcon, klárlega. Falcon Winter Soldier. En svo langar mér líka, við höfum aðeins talað þetta, mér langar líka að taka með þér Justice League. Zack Snyder's Justice League. Já. Við skulum allavega að melda það. Ég er til í það. Ég er alveg til í það, því það er eitthvað 4 tíma mynd. Það er geggja, það er sem fara að gerast. Já. Þannig ég er spennt að sjá hvað gerist það. Það fækka endurklippa mynd og er síðan að búið til 4 klukkutíma efni úr því. Það veist, það lítur að vera eitthvað með þess. Þannig að kannski verður næstu þáttu með okkur Justice League eða Falcon Winter Soldier. Við sjáum bara hvað við nennum. Já, algjörlega. En eru ekki bara góður í bili? Jú, þetta var frábært. Bara takk hjá að koma. Takk.